bara, þið munu aldrei trúa þessu. Nú. Hvað? Poppfiltarnir eru komnir aftur! Já! Áhorfendur be like, höfðu ekki sem hann poppfiltera? Æ, því Ég held samt að enginn vissi það. Þetta Karlakon. Þetta þáttur númer, ég heit bara hættur að telja. Þáttur númer 23. Það er 24. Nei, 23. Það er 12. desember í dag. Það eru hvað? Þessi þáttur, svo næsti. Já, það eru tveir af þér. Þessi hérna og síðan tveir af þér. Yep. Þá eru komur í janúarfrí. Nú er season 1. En alltaf það eru 3 dagar til Úlfur afmæli, 12 dagar til jóla. Það er svona það sem helst í fréttum. Og sko, 1. desember, ég man eftir þeim degi. Það snjóaði mikið. Við byrjum með jóladagatal. Mér finnst það að vera mjög stutt síðan 1. desember. Ég myndi ykkur að upplifa alla dagana frá 1. desember. Þetta líður of hratt, mér líður sko, illa. ég er með svona smá, sko, ég myndi ykkur 1. desember til 12. desember. Það er í dag, 12 dagar. Það eru 12 dagar til jóla. Ég myndi ykkur að upplifa þessa daga alla aftur. Þá er En jú, þetta líður mjög hratt, en svo ræðukeppnin í skólanum miðvikudag. Mér líður bara það var í gær og síðan fyrir honum á djöflæðin, mér líður þess að það hefur verið í fyrradag. Þannig þetta er að líða allt og hratt, sko. Og það sem ég finnst ógeðslega leiðilegt, það er bara samkvæmt appinu, weather, þá þarna á bara að vona á regni bara alveg fram að þar næsta mánudag. Úlfur, en þú er svo í það að það næsta mánudag er mjög óskil. Það er 20. desember, sko. Já, bara stendur í appinu. Appi. Ekki taka mark á app. Upp eru heimsko. Ég lít líka á fréttir, þarna veðurfréttirnar. Já, en þarna sko, þarna út að ég ætla kannski að byrja að auglýsa annan aukaþáttuna Karlakona sem heitir Arnmundur einn í kompunni. Þannig að öllum helstu hlaðarsveitum. Þið finnir bara Karlakona, svona bónus þáttur. Jep. Þetta er ekki, maður þarf ekki alveg stjóta fyrir hvað maður vill. Þetta er bara svona áurt og killi. Ok, það er ekki svassund. Þannig að heyri, ok, þannig að núna er, ok, nei, ekki þetta. Já. Ekki þetta? Já. Og já, ég er núna búin að gera 1 aukaþátt. Úlfur, þú ert líka búin að gera 1 aukaþátt. Og þú gerðir hann ekki, ég gerði hann fyrir þig. Það er þarna Úlfur þegar Hvers Bandikort lifna við. Svo 7 sekundur. Þarna, já, þannig að Ég man ekki eftir því, hvernig var það? Það var bara eitthvað svona, eitthvað syngja eitthvað lag, eitthvað lag bara. Mér langar að sjá það aftur. Já, ég kannski spila það aftur. Þú ætti kannski að breyta, þú ætti kannski bara að breyta það í vídeónu þannig sem það er bara mynda Crash Bandicoot bara. Í 7 sekundur. Gerðu það. Nei, ég er ekki að vera að gera það. En þarna, Mattías, vilt þú ekki gera eitthvað arkitektúr eitthvað? Eitthvað arkitektúra aukaþáttur. Mattías að tala arkitektúr. Já, hann er svona 5. Þannig Maggi að fara að gera sko hana Hat in Time aukaþátt. Super Mario. Já, Maggi, hann er ekki í dag. Hann er í bústað. Hann er upp í sjömbústað. Ég var að tala jólagjöfuna sem við gefum honum. Hann er aldrei að bústa. Ég er búin að kaupa allavega aðmælisgjöf. En ekki fyrir mig. Já, þú ekki að búa til. Sko, Því segðu mér að þú ert að fara að búa eitthvað til fyrir mig. Ég er í vandræðum fyrir þig. Ég fór í búð í gær og ég kaupti þarna. Keypti. Ertu að fara að segja mér hvað þú ert búin að kaupa? Nei, en ég keypti dót til að gefa Magnúsi í afmælisgjöf. Ég leitaði í búðinni, akkur til að gefa þér. Fann ekki sem þú gæti mögulega haft mikið áhuga á, sko. Það eina sem gleður mig er þegar þú gefur mér eitthvað sem þú bjóst til. Já, en svolítið með sko. Eins og boglin. Ég bjó hann ekki til, ég bara panta hann á netinu, sko. Hvað? Ég panta hann bara á netinu. Hver setti það hann á mumma? Sko, það er til eitthvað sem er eitthvað sérmerkinga.is. Það sem er þetta að kaupa, þú veist, bolla
þú setur mynd og þú skrifa bara, þú bara sendir tölvupóst bara, mér langar að fá bolla með þessari mynd og það standa mummi við hliðina. Já, en svo ég ekki að tala bara svona að þú átt að smíða eitthvað svona. Nei. Heldur bara, þú veist að þú muni gera bara eitthvað svona sem tengi svona. Já. Þú gerir til dæmis þarna kubbinn þarna. Þannig ég ætla að segja, ég hættu við þessu hugmynd, en ég ætla að segja hvað ég var að pæla að gefa þér. Ætlar að hætta við hana? Já, ég lengur með þetta. En þannig að ég var bara hættu við henni í gær, ég var bara planað það lengi. En ég ætla að gefa þér svona ljósmynd inn í ramma. Með mynda af þarna Blaze Movie fann svona byrja ofan. En þarna ég hætti við. Ég hefði hent því, Armundur. Af hverju sant? Því að ég held að mamma mín myndi henda því, sko. Ok, kannski ekki byrja ofan, en bara Blaze Movie. Ég held að hún myndi henda því. Af hverju? Hún leiðilega, hún myndi bara henda gjöfum. Nei, ég veit ekki. Ég var að ímynda mér að þú getur haft þetta svona á skrifborðinu þínu. Þú vaknar hvernig bara svona, mánuður, Blaze Movie var. Já, ég er tilbúin í þetta. En já, ég er allavega nýkomið plaggat, eða ég er ekki nýkomið plaggat. Já, við sáum það. Já, og við erum loksins búin að setja það upp á vegg. Já, þú ert svona eitthvað plaggat. Núna eru 3 dagar, hann kannski að þú má koma á Discord bara. Já. Og máttu vera vinur Jónas Magga Facebook. Yey. Já. Yey. Hvað ætlar að fá þig fyrst? Hvað ætlar ég að fá mig fyrst? Já. Discord og nummer 2. Er það ekki Instagram eða Twitter? Jú, Instagram. Ég er nefnilega svo spenntur að fá mig Twitter, sko. Twitter, já. Bara, ég veit að ég hef ekki Twitter, en ég kíkja alltaf á Twitter á Google nefnilega, sko. Já. Twitter síður. Sko, veistu, ég var að það er hægt að gera ókeypis, sko. Ég er spenntur fyrir Twitter nefnilega. Já, ég var líka. En ég bara því... Sko, ég bara notaði ekkert sko, marga mánuði áður en ég fekk með Twitter. Ég byrjaði kannski bara svona fyrir 1 ári, desember 2020. Þá var ég bara svo mikið að skoða Twitter eitthvað, hvað er Ruddi Blue að tvíta hvað, þess að segja og eitthvað. Fann þú svo gaman og ég gæti ekki beðið þá til að fá með Twitter og Twitter var annar samfélagsmiðlinn sem ég fekk mér. Ég fekk með Twitter, setti það upp í síman og síðan einhvern veginn svona datt áhugin þegar maður fær sér Twitter. Þá einhvern veginn er þetta ekki alveg jafn spennandi. Það er líka sko allir sem en pabbi minn segir samt að þú sért ógeðslega virkur á Twitter. Ég opna bara Twitter til þess að tvíta. Ég er ekki að skoða hvað aðrir segja. Ég bara opna Twitter, ég bara það Twitter. Ég er endur ekki að virkur ég var eftir að þarna Sigurðan Kjartansson sagði þeir eru bara fíbl á Twitter. Hann sagði nefnilega að pabbi og væri svona að tvíta daglega, sko. Já, það er þannig. En það er bara áhugavaldur. Sko, já, ég er svona hættur að tvíta svona mikið og Sigurðan Kjartansson sagði að það veru bara fíbl á Twitter. Þú hefði átt að vita það, Arnmundur, en það verið svona, ég verð að hætta þessu. Arnmundur, þú ættir að vita það. Það er bara almenn vitun, það eru bara fíbl á Twitter. Já, Twitter er... Sigurðan, hann hafði alltaf sagt að Twitter sé rosa sniðugt, sko. Þannig geta alveg einn veginn þess að það eru bara fíbl. Og ég hlusta bara Sigurðan og Jón, sko. Ég er ekki að fara að hlusta á ykkur eitthvað. Twitter er fyrir fíbl. Bara, ég ætla ekki að hlusta á ykkur. Arnmundur, Twitter er fyrir fíbl. Nei, ég ætla ekki hann hlustar ekki á mig, kæru hlustendur. En ef Sigurður Gjertsson með lappa inn og segja Twitter eru fyrir fíbl, þá myndi ég bara ég ætla að loka aðganginn minni. Já, hann er með þessa rödd nefnilegan Sigurjón sem maður bara verður að hlýða og bara já, ég mitt elsku Sigurjón. Hann er svona guð. Hérna er popfilter. Sigurður er bara svona guð. Já, Sigurður, ég trúa þig. Ég söng kórin í He-Man, Masters of the Universe. Ég er guð. Sigurður verður að búa til trúabrað. Já, ég myndi bara trúa Sigurjón. Jón, hann er kannski Guð, en Sigurjón er svona eins og Jesús. Já, hann er Jesús Krist. Er ekki Guð meira öflugur aldrei en Jesú? Já, veit ég allir trúa. Fór ekki María í framhjáhald við Guð? Nei, framhjáhald við Jósef með Guð. Já, sko, þau voru, María, hún var eitthvað að ríða Guð. Já, og Jósef vissi ekki á því. Og þeir eignust Jesú. Nei, sko, ég held að þau skildu. Nei, ég veit það ekki. Þú hefur aldrei séð í neinum jólamyndum svona það sem krakkar að leika atvikið, það sem Jesú barnið fætt. Jósef er það. Þau eru ekkert skilin. Jú, sko, það er þannig. Við erum bara að ræða það. Þetta er þannig, að Guð og Anna María, þau fóru líða.
síðan Ég fer ekki í kirkju, hlustendur. Já, svo síðan nei, sko, ég hef aldrei heyrt þetta. Ég bara komið það til Ég fór á Vatnaskó, það er ekki verið að segja mikið frá Svo komu Ég fór á Vatnaskó, ég ætti að vita um Ég þetta er með þetta, sko, þannig að það er þannig að, og síðan þannig að þau fóru að ríða og þau voru okkar saman og síðan allt í einu þegar og síðan allt í einu þá var Guð hættur að vera maður og hann fór bara svona upp og var svona upp eitthvað. Já, svo komu og þá fórum við og meðan hún var ólétt Jesú og þá kom Jósef, skilur. Svo kom hann að kóngandi 3 bara. Já, vitringarnir. Við komum alla leiðinga til þess að sjá algjörlega venjulegt barn. Já. Já. Kóngarnir 3, trú ekki. Það eru vitringarnir 3. Já, einmitt fylgdi pólstjörninni. Vitringarnir 3. Já, fylgdi pólstjörninni og komum við gull, reykelsi og myrru. En svo tölum aftur Svo ég er ekki kristinn. Nei, Arnundur, við ætlum að tala Jesú. Við munum að halda Munið samt þegar vitringarnir 3 fóru þarna í Toys R Us eða eitthvað í spaukstofunni þarna. Já. Til þess að finna gjöfafanda Jesú. Örn Árnason eitthvað, já, þið getið fengið þennan tölvuleik. Þið getið fengið þarna, hann sagði þarna Grand Theft Auto. Grand Theft Auto. Grand Theft Auto. Auto, já, hann sagði það Já, en það var þetta einhver sænskur strákur sem hét Otto. Af hverju ert þú farin að standa upp? Ég ætla að leika biblíunni. Er biblían hérna? Já, en ef við ekki að tala eitthvað annað en biblíuna kannski. Samt, talandi biblíuna og það. Hafið þið séð þessa fáránlegu hallaríslegu teiknumynd sem heitir The Star? The Star. Næst kristin trúaða teiknumynd sem ég hef séð. The Star is Born. Nei, það er ekki mest kristin trúaða. Já, ég veit, ég er ekki Þetta er teiknumynd Astna sem farin með óléttu Maríu og Jósef til þess að eignast Jesú. Já. Á meðan ykkur gaur að reyna að drepa þau. Þetta hljómar Shrek, það sem Astnin að láta. Já, Eddie Murphy leikur í Nei, en þarna þetta alltaf þegar það koma svona þessi sorglegu atriði þá kemur alltaf svona ógeðslega hallarísleg lög eins og Baby Jesus, baby Jesus, he can walk on water. Er þetta ekki svona aldrei svona fækjura? Nei, þetta var öðruvísi, þetta var bara Jesú. Úlfur, hefur þið heyrt jólalöga? Því það er svo mörg, ég var með því gæð. Eitthvað Jesus was born. Nei, Úlfur, segið þið. Jesus was born on Christmas Day and everybody loved it. Íslensk lög eru samt ekki alveg svona. Hversu mörg íslensk, það er mjög fá alvörinni íslensk jólalög. Samt eru, já, venna þess að þau eru öll svona þýtt eða svona, já. Já, það er alltaf mann stólið frá Ítalíu. Já, venna þess að, já, sko, þarna stókar, ég horfði á þarna hraðfrétta jól í gær. Já, ég horfði líka. Og ég fannst þetta að vera frábært. Já, þetta var bara skemmtilegt. Sama þótt þetta var kannski ekki mest fullkomnasti. Þetta er ekki endursýning, þetta er glænýtt. Já. Munum halda eitthvað áfram með þetta? Sko, Mattías, Fannar og Sigmundur Davíð voru bara eins og BFFs að leika sér í snjónum, bara að kasta snjóbolta og knúsast og svo sorglegast þið kvöddu hvort annað og Sigmundur Davíð var að fara í ráðhúsið. Ég fór sko eftir að gráta og þetta var ekki ráðhúsið, þetta var alþingisúsið. Svo líka þegar Fannar ætlaði að gefa Katrín Jakobsdóttur jólagjöf sem var Sóli Hólme uppistand. Og svo líka að rífa þarna bréfið frá Þórólfið þarna, hvað var það? Já, þarna minnisblað. En það var að tala um Örn Árnason. Já, þarna eitthvað svona Örn Árnason Spaugstofunni. Þarna afi. Afi? Nei. Nei. Ég elska þarna, hérna eru komið þarna hvað heitir aftur þessi massaðugur þarna, sem var eitthvað svona, hann var að spyrja svona jólaspurninga þarna. Þarna, Rjúpa? Nei. Rjúpa, segir hann. Minnst líka sem þetta þarna örfunarskammturinn þarna. Ég ætla að fá örfunarskammturinn. Aðeins mér, örfaðu með mér. Og sem var þarna undir þarna með þarna Chris Pratt þarna. Samt þarna finna, okkur fannst þarna ógeðslega að fyndið þarna Katla. Þú ert farin að skreita. Nei, þú ert farin að föndra. Nei. En fyrir við yfir í annað. Það er svo fyndið hvernig þetta er bara svona einu setning bara svona. Þú ert farin að föndra? Nei. En fyrir við yfir í annað. Sem var þetta Sigurður Ingi Falskur að syngja Heim sem ból.
Já, Sigurður Ingi var og líka Jóngnar og það var verið að tala um þarna óorð og mér langar í þessa bók. Já, mér langar líka hérna. Mér langar að skoða þessi, hann sagði hann ekki að mannætu hákarl. Jú, mannætu hákarl, það ekki mjög gott orð. Já, svo sagði hann líka að það getur vel verið að þessir 13, hann sagði 12, að þessir 13 jólasveina væru allir bara sami gaurinn. Já. En þarna, en bara mælum með þetta, kannski ekki allir bara að horfa. Ég ætla að gera það bara líka þegar ég kem heim. Já. Þetta á RÚV nefnilega. The Roof. Einhver verður að setja þetta á interneti, sko. Já, ég að pæli að setja sjómla, sko. En þarna, sko, ég meina spurningu fyrir ykkur. Kæru hlustendur, ef að þið munur hlusta á þennan þátt. Það allir að hlusta. Og þá þarna voru við að tala um Coca-Cola á leiðinni hingað. Já, ég hata Coca-Cola. Og ég er með eina spurningu fyrir ykkur. Já. Vegna þess að Coca-Cola og Pepsi eru dálítið skrítin með auglýsingarnar. Þannig að mig langar að spyrja, hvort finnst ykkur verri Coca-Cola auglýsingarnar eða Pepsi auglýsingarnar? Saman fyrirtækis sem á Coca-Cola og Pepsi. Nei, ég er að grína. Já, ok. Hvor er verri? Sko, mér finnst Coca-Cola verri. Hvor er meira cringe? Sko, það var örugglega náttúrulega auglýsingi. Það var Coke, þannig að það var svona gamall maður og heimili svona, viltu fá Coke? Já, Coca-Cola hefur alltaf eitthvað svona sögur í auglýsingum. Já, sko, manstu þetta, það var svona gamall maður og heimili sem kom svona þjónustu, viltu Coke? Og svona, já. Nei, ég er ekki að tala um íslensku. Ég er að tala um útlensku. Þú veist þetta allt saman útlenskt. Ísland ekki já, þú varst eitthvað að tala íslensku? Ok, varstu bara að þýða, Já, hvað, og ég bara við erum að tala íslensku hérna. Ok, hann sagði eitthvað, viltu kók? Já, svona gamall var allir, hann drakk svona kók, svona 100 ára gamall. Síðan svo byrjaði hann að dansa, fór upp í eitthvað sundlaug, stökkballi, byrjaði að dansa og síðan fekk sér tattoo og fór að taka fíkniefni og var að 20 ára gamli konu og síðan var hann eitthvað að dansa og síðan kom hann aftur að heimili og sagði svona, þetta var gott kók, þetta var Coca-Cola. Það er Coca-Cola bara aftur með uppskriftina sína. Svo líka Coca-Cola eitthvað svona þarna þessa auglýsing þar sem allir drekka og við byrja bara og öskra og væli þessu gils og byrja svo að dansa svo er þessi kakki og býr líka rísastóra túpu úr einhverju pappkassu og allir kemur sig og svo koma allir bara inn bara eitthvað mig langar í kalkún má ég fá kalkún í jólamat nei, er það ekki nefnilega sagan í því nefnilega að þið búa til þessa túpu setja þessa jólagjöf fyrir einhverja gamla kettlingu nei, Úlfur, það er jólasýttin sem er að gera þetta og svo koma bara allir jólabóinn til þér bara því banki ekki, þeir koma bara gef mér mat síðan er þetta Pepsi-auglýsingina sem maður svona úlingu svona að drekka svona Pepsi sem það zoomaði hennar auga eins og það breytir svona í Pepsi og sem byrjar að dansa svona Pepsi-auglýsing nei, það var Pepsi Pepsi sem alveg mikið verra já, með Pepsi gerir mikið verra þeir nota alltaf þessi sólgleru þessi pixlu sólgleru sem voru vinsælt svona 2015 eða eitthvað já, það er svolítið rétt sko og svo koma alltaf með þetta rattan já þeir byrja með þessa jólaauglýsingu frá 2020 aftur þar sem við byrja eitthvað að rýma eitthvað jólasitt eitthvað en hvað finnst ykkur þess að hvað finnst ykkur H&M bring it back já, oh my god, ég hata sko, þegar auglýsingar eru í sjónvarpinu þá bara næ ég síman minn og fer þangað og ég heyri kannski eitthvað svona kunnulega stef veit ekki hver er að auglýsa samt sko en þetta er ég hef spilað þetta lag þetta bring it back ekki gott lag sko en þarna sko ég getur ykkur bara að nota sér sem já, okkur langar ekki að heyra þetta maður ég held að en þarna en já, þarna á ég að segja hvað ég var þarna og því ég sagði það á leiðin eitthvað ég gera svolítið í gerður og ég ekki að spara það fyrir nei, býtu, það er eitthvað sem ég langar að ræða með þessa auglýsingar sko það var þarna já, það er þessi auglýsing sem ég hélt að Mattías var að tala um það var þessi krakki sem er eitthvað hlaupa og gamla konan horfið á hana eitthvað svona það er eitthvað aðeins sem stráki eitthvað helvítis krakkaskratti og út af ykkur ástæðu þá byrjar hann að búa til og byrja hann það er bara tónlista stund núna Bring it back, bring it back, sing it very well.
Já, stökkt á þessu. Þetta er frá 1999 þetta lag, sko. Þetta endalega frekar gott lag, sko. Hvað er þetta? Ariana Grande? Ég búin að byrja sko, en þetta gott lag, sko. Já, stökkt á þessu. Já, þetta ekki lag, sko. En þarna, já, hann og nákvæðinni byrja að búa til þessa risastóru túbu sem fara niður í þarna íbúðina hjá gömlu konni. Það er þessi jólapakki. Og þetta fyrir íbúðina hjá öllum. Já. Og hún fær þarna jólapakka og hún fær þetta og það er bara miði og hann segir join us at 6 p.m. Það hefði verið frekar að fyndið að það var í 3 a.m. Internethúmor. En þarna, svo fara þau að borða kalkún eitthvað að skera hendur. Nei, þetta er 6 p.m. Ó, 6 Ég er ekki AM. Þetta er 6 morgun. Já, þetta er 6 p.m. Past midnight. Já. Þú veist, jólin Þetta er rómverska. Þetta stendur ekki fyrir neitt á ensku. Þögn. Það er samt passa nákvæmlega fyrir past Úlfur, maður ekki muna AM sem after midnight. Eftir midnight. Og AM er fyrir hádegi, PM er eftir hádegi. Ok. Og past midnight væri þá. Þannig að þú veist að tala um Coca-Cola. Hæ? Þú veist að tala um Coca-Cola. Já, Er þú umræða búinn? Já. Þarna út af, sko, þarna. Ég trúi samt ekki á Coca-Cola ljóðlösinni. Sko, út af Þetta er samt búið að vera góður. Jú, er sáttur fyrir mér alveg. Sko, rólegur og... Já, en þarna, sko, tvíhöfði. Við erum að tala um hana. Tvíhöfði. Og það er bara svona trúa. Nei, ætlaði er ekki að segja hvað þú Jú, en það er ekki mjög merkilegt, sko. Segðu mér það bara, þú veist að píða eftir því. Nei, þarna, ok, það er þannig, sko, að ég fór í gær og tók upp, þarna, myndskeið. Aha. Og núna skal þetta geta hvað myndskeið það er. Nú. Hver okkar var að giska? Bara þeir báðir. Hvað var þetta ekki? Jólavættirnir? Jú, það er jólavættirnir. Gerði það? Ég sá það á Instagram. Já, nefnilega, mamma sagði að þú fórst með Aðalsteini. Já, en ég sá það á Instagram, þú ert eitthvað næstu búin að lenda í jólakeppnum eitthvað. Já, var þetta á Instagram líka? Já, mamma einn setti þeim. Já, það var bara eitthvað grín, sko. En jú, ég fór þarna og það er svolítið svona einhvern veginn svona. En þetta var ekki gott vídeo, sko, það var svona slökkt á öðrum hverjum. Það var fámennt myndskeið. Ég er jafnvel að spája að fara aðra ferð eða nota gamalt efni, það er 2 kostir í búðinni. Þannig að já, þetta er ekki fullkomið vídeo, ég veit ekki hvernig að fara að þessu. Já, ok, og talaðu núna um tvíhöfða. Já, en það er trúarbragð og þetta hefur bjargað lífi svo mikið af fólki, svo ég var hlusta F9 þeir alltaf var að segja bara tvíhöfði bjargaði lífið þeirra. Já, hvernig var það? Það er svolítið miskils, hann vann í IKEA og hann vann á lagarnum í IKEA og það var svo leiðilegt og hann leið bara mjög illa í vinnuna, allt svo leiðilegt. Síðan sett hann tvíhöfði heyrnartólana sín og það var bara lífið hans miklu skemmtilega. Þau bara björguðu hann frá þunglindi og velíðan. Þannig að og svo þetta var svona spurning svona í þekkið ekki, hver uppáhaldskurinn þinn? Bæði Egill og Steindi þau Jónar og þau sögðu svona mér langar svo mikið að segja tvíhöfði Sigrún líka en ég verð bara að segja Jón og þau voru bara, það var svo erfitt að gera upp á milli þeirra og svona. Þannig að þetta var bjargað lífið margra. Já, bara skemmtilegt. Þetta var líka bjargað mér miklum leiðendum. Tvíhöfði, það er svona, ég var hlusta þetta þegar ég var veikur í rúmi. Þá er svona gott að hlusta tvíhöfði og svona. Það er svona, það er veikindalarp. Já, en það er eitt sem ég langaði að tala um. Já, reyndar, talandi um tvíhöfða. Í Gíslamartinni þá var verið að sýna hvernig hvað hljóð Bjarni Bendóti myndi gefa frá sér ef hann væri svona eins og Bósi Ljósárfígúra og Jón Gnarr lék Bjarna Ben. Var það? Já. Veitu hvernig var þetta þér? Þetta var þarna eitthvað ekki að hækka fjárhæð eitthvað svona. Var það Jón? Ég tók ekki. Já. Var þetta ekki hækka þarna hvað er búið mjög mikið hækka upp á sig þarna það stjórnar ég man ekki hvað ég svo utan með mig.
Ég veit það ekki. En þarna, já, viljið þið vita af hverju ég vakaði alveg til 12:30? Já, varstu ég að horfa eitthvað? Jú, ég var að horfa í fyrsta skiptið á eina frægustu jólamynd sem hefur verið gerð, Love Actually. Ég var líka að horfa það í gær, í 105. Já. Bara í gær í 105? Nei, ekki gær, í fyrradag, sko. Í fyrradag í 105. Sko, það var með sýnið 105 á fyrradag. Já, þetta eru nákvæmlega, já. Og hvað, Úlfur, er þetta uppáhalds jólamyndin? Nei. Þú varst bara drömblegt. Nei, þetta var samt alveg ágætt mynd, sko. Ágætt. Svo mjög mikið að framhjáhöldum í myndinni. Já. Mjög mikið, of mikið. Já. Alveg dörlega veksli, hverju varstu búist við? Ég var ekki, ég veit að Síðan er það líka til framhaldsmyndin. En allavega Róan Atkinson lék í 2 atriðum. Já. Og ég var mjög vonsvikinn. Ef þið sem sé framhaldsmyndina? Nei. Ég mamma sér hvað hann heitir. Er Love Actually 2? Já, hún er frá svona 2018. Ég manni maður sér hvað hann heitir. Hún er eitthvað páskamynd með hann. Þá hlýtur hún ekki að vera góð. Nei, hún er ekki góð. Hún er alveg það er bara Home Sweet Home Alone, bara Home Sweet Love Actually. Já. Svo líka Severus Snape í myndinni. Já. Já, allavega gæinn sem leikur hann. Hann leikur líka að vondagæinn í Die Hard. Það er það sem pabbi minn sagði allavega. Já. En Die já. Hard. Talandi Die Hard, Will Ferrell. Nei. Jú. Nei. Eru þið ekki tala Die Hard? Er Will Ferrell að fara að gera eitthvað svona Die Hard tegund af gamalmynd? Jú, sjökar. Í alvöru? Við erum ekki að tala Die Hard, það er ekki jólamynd. Við vorum aldrei að Við vorum ekki að tala um jólinn. Við tala um jólamyndir. Jú. Nei, ég var að segja út af því að Severus Snape leikur í Die Hard. Sko, hann er að fara að gera endurgerð. Hann Will Ferrell að Die Hard sem er ruggunni mynd. Þá get ég þá var ég að horfa. Nei, ég er að grínast, hann er ekki að fara að gera. Það er samt. En þarna Will Ferrell, hann er búin að hata framhaldsmyndir. Ég var bara að læra það á dögunum. Hver gerir það ekki? Hann leikur samt í fullag framhaldsmyndir. Já, en svona Elf 2 frá árinu sem að Elf var búin til, þá var að bjóða Will Ferrell margar milljónir og núna dögun var að bjóða honum, ég man ekki hvað mikið, þetta var eitthvað fánulega mikið, þetta var eitthvað hálfur milljarður eitthvað fyrir hann að leika í Elf 2 og hann bara vill það alls ekki, sama hversu mikið pening hann Will Ferrell er bara góður maður. en hann hefur samt alveg gert framhaldsmyndir. Kom í staðinn fyrir Ryan Reynolds fyrir viðtal í Tonight Show. Það er líka verið að reyna að búið til Step Brothers 2. Will Ferrell bara, nei, ég ætla ekki að leiki. Og það var að, viltu fá, og líka Næta til Roxbury 2. Við skulum bara fá það. Það líka að reyna að búið til Næta til Roxbury 2 og ímislegt nummer 2. Og nema hann segir bara, nei. Já, við skulum bara fá Ed Helms. Við fáum bara Ed Helms í þetta. Hann gerir svona Daddy's Home nummer 2. Hann gerir aðra myndi því. En þá, hann fattar það. En hvað með The Other Guys 2? Já, ég hef ekki heyrt það. Hann og þessi gaur sem þeir leika í þarna Daddy's Home, af hverju þeir eru góði vinnir? Þakkar, ég veit hvað við viljum að spila í lok þáttarins. En sko, hann gæti verið að búa til hann gæti svona verið að búa til aðra Eurovision-mynd. Það er verið að ræða það, já. Það passar ekki. Honum líst alveg ágætlega á þá hugmynd, sko. Sko, ég held hann með þannig reglu. Hann vill ekki gera framhaldsmyndir ef það er mjög langt síðan að myndi koma út. Já, þá eru þið bara búnar til fyrir pening. Já, en svo það voru eitthvað 1 eða 2 ára með ég er alveg að gleyma að vera til í Eurovision. Ég er líka ekki búin að sjá hana ennþá, sko. Það er ekki ennþá að sjá. Nei, og ég minnur ekki aldrei að sjá hana. Ég sé hana 2 svar, sko. Ég er ekki að horfa á hana, ég veit ekki hvað, ég held ekki það vond. Ég bara... Nei, hann er ekki svo vond, sko. Ég held ekki bara svona, 7. Já, hann er bara svona... Já, hann er svolítið svona, hann er bara... En strákar... Ég fæði liði, já. Já, mér okkar að fara í þetta sögu, þú veist, smá... Sögustund. Ég glemt ef við höfum hann leið, sko. En þarna, já, og ég var að spá að ég myndi vera, gaur eins og vera að taka viðtal við Arnmund. Já. Og ég með hugmynd hvað myndi vera, og ég ætla bara að segja það, og hérna er ég komið, og þegar ég segja það, þá verður þú bara að leika hann strax. Það er bara spurning, ok, ég gerði eitt dróið. Yes. Arnmundur, vertu tilbúin fyrir bombu. Komið sæl og verið velkomin í sögustundir okkar. Ég heiti Úlfur Marinósson og ég ætla hér að taka viðtal við krókódíl úr Breiðholtinu.
Já, ég er svona krókódíll og breiðall Þú ert svona mikil húmoristi. Já, ég er með sketsaætti sem heitir Krókódíla Breiðholt. Nákvæmlega eins og þú ert. Krókódíl og Breiðholt. Á sjónvarpsstöðinni Mjóddin TV. Hún var að fara í lofti í hádeginu. En heyrðu, jólin er að nálgast. Já. Ert þú eitthvað jólabarn? Já, eða jólakrókódíl? Ég bjóð til jólakrókódíla plötuna í fyrra. Þá var ég að syngja öll jólalægin nefn bara með krókódílarödd. Svo, í kvöld krókódíllinn er að koma. Það er mikið að svona fyndum lög svona, og ég vona allir fara að hlæja. Í kvöld krókódíllinn er að koma. Þetta er ekki svolítið fyndið? Já, þetta er ágætt maður. Ágætt. Já. Borðarðu rjúpu? Nei, ég er meira fyrir svona nautakjöt. Ertu fjölskyldumaður? Nei, Hvað býrðu bara einn og drekka og reykja? Já, svolítið. Takk í nefi. Ég áreinda son, sko, en ég hef ekki hitt hann í kannski svona 50 ár. Horfa á steipustöðuna svona 2 Já, ég á fresti. son, sko. Ég meður. Ha? Ég á son. Áttu son? Ég hef ekki hitt hann í 50 ár. Hvað heitir hann? Síðast ég vissi hitta hann Osama bin Laden, en alltaf ég held að sé búin að breyta hann. Er sonur þinn Osama? Já. Bin Laden? Já, það er hann, sko. Er pabbi hans Osama krókódíll og breiðholt? Ég veit ekki hvað, er hann eitthvað frægur eða? Já. Nú. Hann er mjög frægur. Nú, hvernig þá? Hann er bara vel þekktur gæi, sko. Nú er hann svona popsutna. Og hvað er frændi þinn? Hver er frændi? Já, það er hann Sveppi Krull. Er sonur þinn Osama og frændin Sveppi Krull? Já, þeir eru bara náskildir, sko, Osama. Og þú ert krókódíll? Já, það er Þú ert ekki gæi í krókódíla búningi, þú ert bara literally krókódíll úr Flórída, sko. Það var nefnilega smá mistök. Það er nefnilega þannig, sko, mamman Sveppa, hún gerði svona kynlíf mig og þá fættist Osama bin Laden. Þannig að, sko, Sveppi er nefnilega... Býtu, heitir hann Bin Laden eða Bin Laden? Bin Laden. Bin Laden, ok. Já, það er svo langt sér heitt en ég er búin að gleyma því, sko. En þannig, sko... Þannig að ég held að það sé Bin Laden. Er það Bin Laden, Dotti? Já, nefnir hvað? Ok, áður en að Dotti fyrir að skemma sína sín. Ok, allt er lagi, Bin Laden. Er Dotti hérna hér? Dotti? Já, Dotti var rekin og tvíðan að bla. En nógu Dotta, nógu þennan hálfum. Hvað? Bruno? Hundurinn? Bruno? Nei, Bruno. Bruno? Þú vil alltaf setja eins og hann? Bruno? Já, ég Bruno. Já, ég er nefnilega með krókódíla TikTok. Ertu með er bara til app sem heitir krókódíla TikTok? Já, það er svona... TikTok fyrir krókódíla? Já, og það er svona krókódílar að dansa. Heyrðu, ég meina spurningu fyrir þig. Geta krókódíla staðið upp? Já. Geta þið lappað á 2 fótum? Já. Þannig að ef svo þá væri það geggja, sko. Bara krókódílar eru farnir að þróast. Á ég ekki bara að gera það núna? Já. Jú. Ætlar að gera backflip? Altså ég glemdi að það er Gæti það verið og sért kannski, ertu skildur Mark Zuckerberg? Ertu skildur Mark Zuckerberg? Já, hann er greinilega eðludýr, sko. Já, hann er nefnilega, sko, frændi systum. Hann lætur eins og hann sé manneskja nema hann er það ekki. Hann er nefnilega, sko, bróðir systum minnar, hann Mark Zuckerberg. Já, ok. Teknilega sé bróður minn, sko. En finnst þér gaman á jólum? Þóttu þú sért aleinn með Osama? Nei, ég hef ekki hitt hann. Nei, þú hefur ekki hitt hann. En þarna, sko, já, nei, mér finnst ekki gaman á jólunum nema þegar ég fer í Mjóddina. Nema þegar þú ferð í Mjóddina, þá er alltaf gerast. Þá nefnilega Sigga Kling, hún er að gefa mig jólamat. Sigga Kling að gefa jólamat? Ég finn nefnilega heim í jólabóti Sigga Kling á hverju ári. Ég er Dóttur Dottsaftur hérna. Þegiðu lofgúrú skítakliðin maður. Nei, með einhverja spyrir, hvað heitir konin? Kallin það er konan hans Sveppa. Nei, ekki konan. Új. Nei, við erum skilin. Við skildum fyrir 50 árum þegar Osama fættist. Þið tvö eignuðust eða ekki Sveppa?
Jú, við Býtu þannig að Sveppi heitir ekki Sverrir Þór Sverrisson sko, hann heitir Sverrir Þór Krókódíl en sko, Sanna að Ósama og Sveppi eru tvíburar. Hversu þungur ertu? 70 kíló. Uppáhalds litur? Fjólublár. Matur? Svona krullað hár. Nei, við talum ekki búið. 6 mínútur, Úlfur. En endar síðan nefnilega hann Obama, hann nefnilega pabbi, sko. Er Obama? Já. Ertu að segja mér að það eru krókódíla sáðfrumur í punktnum á Obama? Já, hann nefnilega í slys í dýragarðin þegar maður 6 ára. Ok, ég held að þetta sé komið. Þetta er búið. Já. En við gerum plötu, grímplötu sem við búum að vera á. Þessi skett sem er lenda frá plötu, ekki? Ég reyna að hugsa hvernig slýst þetta myndi vera. Mér langar ekki að vita það, sko. Mér sjálf var ekki glöð, mér sjálf var ekki glöð. Donald Trump var auðvitað bara að hlæja bara með sleiki bara sko, út af því að samt eitt sko með þetta, út af því að eitt svona sem átti að vera smá svona, út af því að sko þá teknilega séð í þessu, þá væri Obama afi hans Ósama og af hverju hljóma Ósama Obama svona og Obama, hann lét drepa Ósama. Hann gerði tilkynningu að það ætti að drepa hann þarna. Já, fyrst hann lét drepa barnabarnið. Býtu, sko, krókódílinn fer ekki fyrir en ég þakki hann sko fyrir. Já, við þökkum krókódílnum úr Breiðholti fyrir að koma hingað í dag. Já. Má ég koma aftur inn að sæti? Jú, endilega. Nei, ég hef ekki tíma. Þú getur haft þinn eigin lið. Krókódílaspögg. Ég hef ekki tíma. Með Gumma Ben. Ég hef ekki tíma, ég þarf að borða jólamat með Sigg og Kling og Ósama ætlar að kíkja heim svo. Já. Farðu og drugglaður að skýta upp á bak með Sigg og Kling og borða kornflakes. Já, hann getur ekki labba nefnilega sko. Úlfur, þessi dagskrár eru búin? Já. Sögustund. Þetta var sögustund. Ég held að, já, ef við gefum grínplötu þá erum við að gera þennan sketch upp á nýtt. Já. Það sé ekki svona hlátur í því. En það er svona, þú varst að segja að þetta eru brot úr tvíhöfðaþáttum. Svona það sem í sketsaplötum. Já, þetta er bara tvíhöfðaþáttum, sko. Já. Þetta er bara best of, skilur við. Þannig að við þurfum að blanda eitthvað smá nýtt, sko, en þetta er eiginlega bara eitthvað gamalt og eitthvað. Sem við bara finna, þetta var fendiskett. Krókódíl sem skildur Ósama. Já. En þarna þetta var algjör vitleisa, sko. Eigum við að fara í þetta, hvað heitir liðurinn aftur? Þekkið ekki? Já. Þannig að hver ætlar að byrja að vera henni? Flippa coin. Nei, Úlfur, þú varst fyrst inni, þú mátt fara núna. Já, ætlaði fram. Ég ætla að setja hana. Settu á svona hindu, eða hvað sem þetta heitir hana? Hindu, svona. Ok, settu. Settu bara hana að læja hana. Settu saman síðast. Já, hana. Ok. Eitthvað bingo boy lægið, eitthvað. Ég voru í bingo með. En já, þetta aðeins erfiðar spurningar síðan, sko. Já, Úlfur er læst. En já, þannig ekki vera eitthvað, þetta allt og erfitt. Hættu, já, það var svona erfitt. Ekki koma eitthvað þannig, ég nann því ekki. Ok, núna er ég að finna lagið eftir Jón Jónsson og GTRN. Lagið heitir Ef að ástin er hrein feat GTRN og ég er að spila það núna. Ég heyrði ekki það. Það er ekki með heyrð. Já, núna er það að spila sko, útlæðlega sagt. En þarna, annars lækkar þessu kannski. En þarna, ég er að finna skjalið núna. Já, þetta er hans erfiðar spurningar. Ég því trú ég. Það er alltaf ein spurning sem þið meginuð ekki ná ekki segja okkur með öðrum, en ég vona að þið getur. Hún er Google með leiðandi. Nei, hvað er þetta? Skjálpa. Klúður í beinni útsendingu hérna. Ég þarf að logga mig inn, en ég er komin inn í þetta sko. Þá byrjum við þetta. Jæja, þið hérna. Ég er í einhverju hópi,
einhverjum. Það ekkert gott lag, það ekki Jón Jónsson Ok, númer 1. Byrju, hver fyndnasti Íslendingurinn? Ég. Matthías Hallsson. Ef að þú mætti leika aðalhlutverki í einhverju kvikmynd, hvaða kvikmynd er fyrir valinu? Hvað, einhver sem til það? Já, bara, Einhver sem til. Ég myndi... þú myndi bara fá þann heiður. Þetta mjög örfenning, sko. Já. Ég sá, sko, ég myndi ekki giska eins og Sótamann. Ég myndi ekki vilja Sótamann, það ekki eins og ég myndi leika í held ég. Nei, er ekki eitthvað svona rosalega flott mynd, eitthvað svona, Ég svo held- Forrest Gump eða eitthvað skilur. Já, ég ætla að segja það, kannski Forrest Gump. Nei, býttu. Ég segi Forrest Gump. Forrest Gump. Númer 3. Hver er uppáhalds hljómsveitin? Þetta er vel alltaf aðurstunna. Stuðmenn, hvað var því með þetta svona frönsku hljómsveitin þarna? Þannig eitthvað French Spike eða eitthvað gæti þetta. Nei, þetta var þið gerði eitthvað franskt hjólalag. Afslægt. Já, kraftur, já. Ég Númer 4. Hversu oft eru farið til útlanda það bil? það bil. Já, það er ekki verið alveg nákvæmlega að tala. Ég sé 6. 6. Hvað er Úlfur þetta fyrir þetta? Úlfur, spurt með. Hvað myndi ævisagan þín heita? Þetta er svona erfiða spurningir, sko. Má ég prófa að gíska? Hvað var það? Ég er graður út af arkitektúr. Nú. En það er rætt. Ég held að þessu væri allt í öllu. Allt í öllu. Ok, takk fyrir þetta. Þú mátti senda Úlfinn. Nú til að spila þetta bara nýtt. Núna byrjar lífsgleði með Moses Hightower. Allt í klúðremar. Ég er að biðja eftir Úlfi. Úlfur er ekki kominn. Hún ætti að vera kominn. Núna heyrum við þetta lag enn einu sinni. Úlfur, þetta er hans erfiðar en síðan, sko. Já. Jæja. Er hann að vera honest eða er hann ekki honest? Matti. Já. Já. Er hann svona aðeins að flækja þetta? Þannig að ef svo þá gera það bara meira gaman úr þessu og minni keppnisskap. Já, byrjum. Hver er fyndnasti Íslendingurinn? Jón Gnarr. Jón Gnarr. Ok, næst. Þú myndir leika aðalhlutverk í einhverju kvikmynd. Hvað kvikmynd eru þau yrði fyrir valinu? Bara leika aðalhlutverk í bíómynd. Bara þinn heiður. Bara eitthvað sem hefur verið gerð áður. Já. Það er svo mikið sem hefur alltaf langað að leika í. Eða allavega að búa til. Eina er var flott bíómynd sem þetta er bara rosalega góð. Heyrðu, veistu hvað, en þess að ég veit þeir sem ég veit ekki svari við, það ætla ég bara ekki, ætla bara að segja eitthvað random. Þarna, Elf, ok. Nú 3. Hver er uppáhalds hljómsveitin? Þarna, ég ætla að flækja í matta og ég ætla að segja Segðu bara hvað þau finnst. Já, ok, ég ætla Hver er uppáhalds hljómsveitin? Ekki vera að flækja þetta bara. Hver er uppáhalds hljómsveitin? Ég skal bara segja Ninja Sex Party, þannig sem ég líka vil leiða þetta. Já, ég hef aldrei heyrt það, sko. Hvað, er ekki eitthvað hljómsveit? Nei, ja, hún er dálítið erotísk nema svona, gerir mjög góð tónlist. Hvað tónlist gerir þetta? Þeir gera svona 80s. 80s? Þetta er samt ekki 80s. Er þetta I'm the king of wishful thinking? Nei, ok. Þeir heita ekki Ninja Sex Party. Ok, hversu oft hefur þú farið til útlanda það bil, ef þú mann sækja alveg? Hversu oft? Ég ætla bara að segja
7-8 sinnum. 7, þú verður að koma svar, hann ekki bara að gíska 7-8 sinnum. Ok, ég ætla bara að segja 8. Og síðan spurningin, þetta er svona erfiðar spurningin, hvað myndi ævisaga þín heita? Þetta er svo erfitt. Hvað myndi hún heita? Ég myndi vera svo góð ævisaga, sko. Hvað myndi hún heita? Hvað myndi hún heita? Ég verð aldrei að pælti því, ég er alltaf að pælti því, sko. Ég myndi örugglega heita... Það byrjaði bassim og ras. Spilum það. Já. Nei, ok. Nei, jú, það er svo myndi. Ok. Hvað myndi hún heita? Ég myndi... Við höfum ekki alltaf stíma þetta inni, sko. Ég myndi, ég ætla bara að segja... Ég teikna svo vitleysingur. Þú myndi á ég með þetta. Ég er bara að skrifta, sko. Ég á ekki erfitt með að kalla frá sæði. So what you call, bitch? Bassi með ræð, bitch. Mikki stæm, bitch. Þú vissir það, bitch. Rassin stór og réttin squeaky. Alltaf hættið þess að sjást inn og kiki. Þessu görður mann hættið svo flexi. Þeir skulda penning og onna það vexti. Ég sit hérna reykjandi menn sem það keksi. Ég rýtt í spegil því ég er svo sexy. Ég leit í spegil og dæmi ég fuck up og pull up í DM en byrjar að taka búið rassi með. Ég er búin að breyta, þetta var aðeins svo hræðilegt. Ég bara afsaka þetta hlustendur. Mattías, hvað er hann kominn? Já. Hvað, fór hann bara? Fór bara heim? Hann þarf að fara inn í píanóið. Já. Ég er búin að breyta Ólur. Það er svo... Við spilum Bassa Marás á síðustu spurningun. Já, það var bara, það kom á það upp, sko. Það var alveg ógeðslega andra. Á ég að byrja þetta? Þegi. Það eru suma spurningar sem... Snorri á Discord eitthvað. Mattías, hver er fyndnasti Íslendingurinn á mati Úls? Þú sagði Jónar. Það er rétt. Það er bara rétt hjá þér. Þá spyr ég Úlf, hver er fyndnasti Íslendingurinn á mati Mattíasar? Ég ætla að segja... Hvað ætlar að segja? Hvað? Sá. Það er einhver gamall kall. Hvað heldur þú? Ég ætla að segja þarna... Ég ætla að segja að... Ég ætla að segja Sigurður Ingi. Það er ekki rétt, það er hann sjálfur. Ha? Það er hann sjálfur. Ég sagði bara ég. Heyrðu, Mattías, hvaða bíómynd myndi Úlfur leika aðalhlutverki í? Ég ætla að segja... Hvað Það er rétt. What? Matti, þú sást hérna? Nei. Ok, en þarna Úlfur. Það er svolítið ekki satt samt. Nei, en Ég myndi ekki En þarna Úlfur, hvaða bíómynd myndi Matti leika aðalhlutverki í? Jojo Rabbit. Nei, það er Forrest Gump. Þú Forrest Gump. Mattías, hver er uppáhalds hljómsveit hans Úls? Uppáhalds hljómsveit hans Úls? Já. Ninja Sax Party. Herðu, þú sást þetta. Nei, ég veit þetta. Hann veit það bara. En hver er uppáhalds hljómsveit hans Mattíasar? Er það ekki bara það er stuðmenn? Já, staðan er 3-1 hérna eftir 2 spurningar. Úlfur, það er þetta jafna þetta, sko. Þannig að ef Matti gískar rámt og þú ert mjög góður. En já, það var jafnt síðast. En allavega, Mattías, nei, Úlfur. Hvernig ég spyr hann? Já, Mattías. Hvað hefur Úlfur farið umtækvel oft til útlanda? 5. Nei, það er 8 sinnum. Já, ég held það, ég veit það ekki. Ég hef nefnilega farið mörg skipti til Unglanda þegar ég var bara ungabarn, sko. En, Úlfur, hversu oft hefur Mattías farið til útlanda? Var það ekki... Var það ekki svona... 5 sinnum? Það er 6 sinnum. Þannig staðar er ennþá 3-1. Það er eftir lokaspurningin, hún er erfiðasta.
Mattías, hvað myndi ævisagan hans Úlfs heita? Píratinn? Nei, ég teikna svo vitleysingur. Ég veit ekki maður. Ég myndi þess að vera góð ævisaga. Úlfur, hvað myndi ævisagan hans Matta heita? Ungi arkitekt. Nei, það allt í öllu. Allt í öllu? En þetta endaði 3-1 fyrir Mattíasi. Allt í öllu? Allt í öllu, já. Hvað þýðir það? Þetta var þakkið ekki dagsins. Bara út að ævisagan niðurstöðurnar 3-1. Mikið ævisaga. Hýðu Jón Jónsson. Setjum hún bassi maður rast þá. Já. Þetta var Móses Hátáður. Það var málu komin í 50 mínútur sko. Ok. Ég ætla að spila hérna Stuðmenn. Já, þetta er mér alltaf hreinu. Smá tónlistastund. Fucka ekki ykkur því að þið eru fake. Ég bassi með það for God's sake. Þau sem bassa hugsa æði. Búin að vera bæti, ég vil takki fæði. Stóra svo stór læði. Ég á ekki erfitt með að kalla frá sæði. So what is car bitch? Bassi með aðs bitch. Þetta var mjög sosjónum bassa sko. Hvað sagði hann? Hann sagði eitthvað með sæði. Nei, hann sagði ég á ekki erfitt með að kalla frá sæði. Hann er samkynhneigður og hann er Já, að ég tala veit að það sé létt fyrir hann að Að bara kalla bara sæði. Nei, að fá að aðri karlmenn munu fá sæði út af hvað hann er kynþáttafullir. Það er það sem hann er að meina. Það er samt Ég held alltaf ég sé grín við hann. Ok, afsakið, en Basmar sé svo ljótur. Hágreiðslan hans bara. Hann lítur út eins og Flóni ef hann var hvítur. En þú veist Ég veit. Þeir líta alveg eins út sko. Flóni lítur út eins og egg sko. Hann lítur út eins og egg með brúnan kúk á toppnum sko. Ég segi ykkur að hann lítur út eins og Björgvin Frans sem væri 07 ára. Hann lítur út eins og dökkarður auður. Það stendur hérna góðan daginn á Spotify. Það kemur hérna eitthvað sem þér geti finnst gaman að spila í dag. Það kemur Pee-wee's Big Adventure, playlisti minn með lögunum Hvar er draumurinn, Karlakofinn, Kardemommabærinn, þú er að spila fyrir Ragnar og Gústi Junior lagið. Spilum það. Þakkar, nei, það er svo Þakkar, sko Bassi Maras lítur út eins og ef að Björgvin Frans var í 7. bekk. Hann lítur út eins og Kamjar. Ok, nú ætlum við að spila Gústi Junior lagið. Hann lítur út eins og My Little Pony Kamjar sko. Nú ætla ég að spila Gústi Junior. Já, spilaði Gústa Junior. Ok, bara ekki. Þetta er eftir Stuðmenn. Já, það eru margir búin að vera að tjá sig Gústa Junior. Ég er með ref. Þetta er bara ekkert hvað að tala Ég skal útskýrta fyrir ykkur. Matvælastofnun, þið vitið ekki neitt. Ég með ref heima hjá mér. Og sjáu þetta tónlistavídeó. Hann er eitthvað að borða peninga. Þetta lítur út eins og Roblox. Býtum að ég sjá þetta. Hann er að borða peninga og eitthvað. Þetta ándjóks lítur út. Af hverju er þetta refur eða rotta? Er þetta rotta í Það var svo fyndið þetta væri rotta. Þetta er rottan mín. Þá myndi ég elska þetta tónlistamyndband. Býtum að ég sjá þetta. Ég held að þetta sé besta tónlistamyndband. Þetta lítur út eins og sonur hans Biggie Cheese. Hann er að borða eitthvað pening og síðan er hann eitthvað. Já, hann lítur út. Það lítur út eins og Veitu hverju lítur teiknaðu þessni lítur ekki eins og eitthvað sem maður myndi sjá í keilu. Þetta lítur út eins og eitthvað sem maður myndi sjá á Dreams. En sko, á Reddit það er að tala að þessi krakki að þessi athyglisjúkur garðbæingur sem fór sem að og ég er bara sammálaði sko, ég er bara sammálaði þetta er eitthvað athyglisjúkur. Ég vil ref, ég vil Logan Paul er mamma mín. Já, þú veist eina merkilega með hann á ref og hitti eins og Logan Paul. Frændi minn er Biggie Cheese. Þannig að ég er út af ykkur ástæðu svört rotta í rauðum hoodie. Kóboi. Ég skil ekki út af hverju fólk kallar Kóbó og Kóbó. Út af því að Kóbó. Ok, góður veg. Og enginn kallar Kóbó í alveg eins og Love Guru í hús. Nei, getur þú spilað þetta með langar í sleik? Nei, þetta er I miss my bitch. I miss my bitch. I miss my bitch. I miss my bitch. Við erum nurse.
I miss my bitch. Já, aftur þetta, veitu. I miss my bitch. Gekkja lag, sko. Ég nefnilega, daginn þá voru bara ég, mamma mín, Víkingur og Goði að dansa bara yfir tvíhöfðarlögum. Hvað, my bitch? Já, my bitch og þarna, ég fyrirgefði að ég rotaði jólin. Það er svo asnallt eitthvað þryggjara. Og þjóðhátíðarlagið. Hvað er ekki bróðin? Og þjóðhátíðarlagið. Hvað er ekki Víkingur 2 ára? Nei. Hvað er hann gaman? Hann er hann var 1 árs fyrir. Já, hann er bara eitthvað að dansa eitthvað I miss my bitch. Hann skilur ekki neitt. Ooh, where did you go? I miss you, bitch. Ooh, I walk the streets alone at night. Jón Gnarri hefur svo góða söng. Sigur hann líka, sko. Sigur er betri Yo, you know I love you, bitch. Why did you have to go? I have not had a bitch for long. I miss you, bitch. How did I do you wrong? We were so happy. Was cool. Was my puppy. Spila þá Nurse. Svo þjóðhátíðarlagið. Nei. Nöðs fúsbræður. Úlega fúsbræðarlag, sko. Já, ég veit, en þeir eru samt 2 syngið í. Nöðs. Þetta er stórt tippi. Já, hvað er með stórt tippi þessi? Nei, sjá. Þetta er bara tvíhöðarlag. Er ekkert vídeo? Það er ekkert Það var að vídeo. segja þér dálítið uppruna þinn sem Fyrir er þetta. ekki lengdu fyrir þér Þetta. fyrir 30 ár sem þú hefur lifað svona sæll. Hvað er það, mamma? Ég get ekki sagt þér það nema ég söng. Ég er ekki I'm a nurse. Let me heal you. I'm a nurse. You are my patient. I'm your nurse. You were sick tonight. Æ, ég þegið Snorri. I'm a nurse. I'm a nurse. Úlfur, hvað ertu að gera þetta? Úlfur. Hvað er dúspennin? Hvað er glæni túra? Ó, þarna. Það var hér, sko. Svo, ég var í panikatakki, sko. You're sick tonight. Don't give me no fight. I'm gonna nurse you. I'm a nurse. I'm a nurse. I'm a nurse. Það er svo fyndið. Veistu, við erum Svo, Maggi er komin út í borðinu. Komin úr. Veitu, hann er bara komin úr, bara legit. Já, sveiflaði þessum litla sveppi. En sko, það má svo geta þessi gaman sko, allir eru eitthvað að deila á Twitter og samfélagsmiðlum eitthvað. Ég hlustaði mest á Kanye West í sumar og eitthvað. Já, Goði elskar núna að lægja eftir hann Sko, Monster. það eru allir að deila einhvern veginn svona top 5 hvað ég hlustaði mest á í sumar og þetta er bara eitthvað Kanye West og Kim Kardashian og Lady Gaga. Hvað gerir Kim Kardashian? Ég veit það ekki, mér er alveg Hún tala- Ok, Úlfur, við erum ekki að fara að Kim Ég Kardashian. var að skoða í Síminn Bíó og ég var alltaf að skoða svona hvaða leikar að leiki í hverju og ég svo hvolpasveitamyndina þannig ég ætti kannski að kíkja hverju leika í því og ég svo Kim Kardashian. Ok, en mér er alveg sama. En þarna mér hlustaði mest sem hann er sko tvíhöfði og ég skammast menn ekki fyrir það. Ég er búin að Hví ætti ykkur að skammast þín fyrir því? Ég fekk einu sinni leyfi til þess að hlusta á tvíhöfða meðan ég var að teikna með Apple Pencilinu, sko. Bara einu sinni, bara þú færið ekki aftur. Út af hverju? Ég út af því að pabbi segir að það er of seint núna. En Úlfur, hvað það er ekki líka þjóðhátíðarlagið? Já, please ekki nauðga mér eitthvað. Mamma segir að þetta sé ömulegt lag. Ég er að fara til Eyja. Þetta er ömulegt lag, Úlfur. Mamma mín hlustar á þættina, sko. Að drekka bjór og alls konar vín. En ég er kominn að skemmta mér. Ég vona að enginn nauðgi mér. Já, ég er kominn að skemmta mér. Á, ég kannski að nauðga þér. Já. Besta þjóðhátíðarlagið. Hvað meira? Hvað með út í Eyjum?
Allir koma bara svona með símana sína. Líka let me be your uncle tonight. Það er líka skil. Let me be. My baby love, you are a friendly girl. Núna erum við bara að hlusta á lög eins og FM 95 Blum. Saw you in school today and you were sko 2 mínútur eftir, eða 1 mínút eftir hlaðvarpinu sko og við erum bara hlusta á tíðarlög. Já, bara takk fyrir að hlusta. Við erum oft með þetta alveg sem dans lengur sko. Já. Takk svo fyrir að hlusta. En núna byrjar sko aðalkaflinn. That you belong to me. I would never let you go, 'cause I know it is not right. And my lips can't say the words, but my love is worth a fight. I just want to hold your hand, dance naked through the night. Now let me hold you, baby. Oh, let me touch your body. Now let me kiss you. Let me be your uncle tonight. Þetta náttúrulega bara eitt besta tíðalagi sko. Og ég var að deila tengla á þetta Reddit sem bara hlusta þetta lag. Þetta er bara eitt besta íslenska lagið og hvað. Og þá kom einhver hálfviti og kom þetta it's not funny. Þetta á ekki að vera fyndið. They are making jokes about people being raped. It's not funny. Og þá kom fullt af Íslendingu og það er bara sucks to be you og bara shut up. If you hate höfði you should be dead og þú veist þetta er bara við lifum í svo frábæra landi sko. Ég elska íslensku þjóðina. Hún er yndisleg sko. Og hvað var þetta íslensku sem sagði making fun. Það var þetta er eitthvað útlendingur sem býr á Íslandi og bara they're making fun, it's not funny og það fekk 20 downvotes og allir voru bara hvað er það þetta helvitið 20 downvotes, það er ekkert smá mikið að downvotes maður. Við búum bara í þetta ég held að sé Við búum í samfélagi. Ég held að sé eitthvað næst mesta uppbót sem ég fengi. Það var Jokerinn bara Sigurinn Kjartan sem leikar Jokerinn. Við búum í samfélagi. Sáar. En já, þarna tvíhöfða bókin er að koma át. Þið voru að segja það í tvíhöfða. Hvað er tvíhöfða bók? Þau eru bara að gefa bók, bara tvíhöfða bókin. Hvers konar bók er það? Nei, þau eru bara að fara að skrifa sögu tvíhöfða. Bara þessi. Já, bara svona stendur og síðan mynda fólki og svona þessi hérna maður, þessi hérna maður, hann var tækni maður á þessum þáttum og eitthvað. Myndi af eitthvað Pétur Jóhann eitthvað þessi maður. Þetta myndi kannski vera eitthvað svona brandarabók eða eitthvað. Þetta voru líka alveg merkilegt. Brandarar. Brandarar. Sáar, ég var bara með þessa hugmynd rétt á hann að svona við myndum leika sérstaklega tóna og syngja saman eitthvað jólalag eitthvað. Svona eitt kemur svona eitthvað kemur svona no. Ok, þú er bassin út að ég get ekki en þarna, hvað, ég verði þetta Mr. Santa eða eitthvað? Nei, endur þetta bring it back, sing it back? Nei. Endum þetta á bass. Nei, endum þetta á Mr. Santa með Guðnum Maríu. Nei, það er jólaþátturinn. Nei, við ætlum að spila þá fyrir ekki Já. Þannig gerum við bara núna Mr. Santa. En þarna mitt dreymdi í nótt að við tókum upp fyrir síðustu jól. Síðustu jólum bara, jólum 2013 og tókum við upp nefnilega Mummi Alone 3 upp úr Home Alone 3 og ég var bara eitthvað, og ég var alveg búin að gleyma og ég var bara eitthvað að skoða tölvunni og ég var bara svona, shit, við gerðum þennan þátt og við vorum bara að spája frumsýna þáttinu hann kom aldrei út Hvað þáttur? Þarna, mér dreymdi í nótt að jólin 2020 þá tókum við upp sko Mummi Alone 3 byggðið á Home Alone 3 við tókum bara upp allan þáttinn og síðan gleymdu við þetta var bara eins og Mummi og síðan gleymdu við að sína þáttinn og síðan bara var eitthvað að skoða tölvuna og þessi þáttur er alveg búin að gleyma honum þá voru að spája að sína þáttinn sko fyrsta þáttinn í janúar þessu ári Akkur færð þú alltaf svona venjulega drauma? Ég fæ skrýtnustu drauma Við dreymum alltaf mjög skrýtnu drauma sko Ég hef samt heyrtið tala svona þína drauma og það lítur sko ég man þegar mamma hún dreymir líka svona venjulega hún dreymdi einu svona að ég var á Justin Bieber tónleikum Ég ofta að dreyma eitthvað að sé eitthvað að það er eitthvað hrun á Íslandi Já, það er ekki mína drauma sko Já, en Þið hafið heyrt mína drauma Nei, ég er að tala svona raunverulega
Já, svona raunverulega. Já. Ég er fastur inn í kúlu og hún að snúast. Og það eitthvað svona feitur kallur. Nei, Úlfur, ég ein í þessu. Og svo þetta alltaf eitthvað Mattías. Hei, Mattías. Hei, Mattías, það er bara alveg hvítt í mig. Þú ert bara að fá þér yrna, til að gefa mig eyrunum þannig sér. En já, ég er enginn fyrir írunum. Nei, en það hjálpar það gæti verið eitthvað svona bakgrunnsljós sem geta áhrif eitthvað. Nei, það er alveg Jæja, gerðu Mr. Satt. En já, Guðni María, við ætlum að enda þannig þátt, þannig hljótur að líða, á laginu Mrs. Santa eftir Guðni Maríu. Hún er að gefa nýtt lag fyrir þessi jólin sem heitir Mrs. Santa. Við erum ekki búin að spila hana, þetta kom út fyrir svona mánuði síðan, við erum að spara þetta. Og mér langar að minna og það er hægt að finna okkur öllum þessi samfélagsmiðlum og bla bla bla. Niður í lýsingunni og Úlfur hefur TikTok. Finnið @Ulfur Ég mun fá alvörunni TikTok eftir 3 daga. Merry Christmas, Mr. Santa. Merry Christmas, wish to you. In the darkness, in the coldest Christmas light, my child do. Give us all a big and small. Glorious time for a while. Lot of happened all this year. We are tall as Santa dear. We are wise and so much cooler, even stronger after all. Through the sickness and loneliness, after all this golden ball. Merry Christmas, Mr. Santa. Merry Christmas, wish to you. In the darkness, in the coldest Christmas light, my child too. Give us all a big and small. Glorious time for a while. Stricter rule has been around, not so easy as it sounds. Glossy pubs and big hugs, mask on faces everywhere. We deserve a happy Christmas, huge gifts from you this year. Merry Christmas, Mr. Santa. Merry Christmas, wish to you. In the darkness, in the coldest Christmas light, my child too. Give us all a big and small. Glorious time for a while. We work so hard to become better. You can see it if you like. I wrote a list with all my wishes, most of all a electrified. We stop all hunger fighting way inside, but for a Christmas day. Merry Christmas, Mr. Santa. Merry Christmas, wish to you. In the darkness, in the coldness, Christmas light, my child too. Give us all a big and small. Glorious time for a pictures in the window. Get a message just for you. Then you see the kindness better. Every longing in our letter. We will left in Christmas dance, recorded in a hot romance. Merry Christmas, Mr. Santa. Merry Christmas, wish to you. In the darkness, in the coldest Christmas light, my child too. Give us all a big and small. Glorious